Boom shakalaka. Beint í stöðum. Jæja, er þetta ekki síðasti þáttur fyrir sumafrí? Nei. Næst síðasti? Það í næstu viku. Þetta næst síðasti. Þú komin í humarból. Þetta main. Þetta main? Ég að þetta main í sumar. Main. Við vorum nefnilega mikið búin að ræða ferðir í þessum þætti. Hvað? Í þessum þætti bara á Nei, á leiðninga. Við vorum mikið að tala ferðir. Arnmundur fór að gera grín að mér fyrir að vilja fara til London. Já. Mikið að gera, hann hélt að þannig að ég nefndi Harry Potter safnið sem dæmi, þá bara hélst þú að það væri það eina sem væri hægt að gera þarna. Já. Boom shakalaka. Þú væri... Akkur sagður þetta? Þetta var svo random. Boom shakalaka. Akkur þetta segja þetta? Ég er hálfnaður með eina mynd. Hvað heitir hún? Ég horfði í gærkvöldi. Hvað heitir hún? Boom shakalaka. Hún heitir það ekki. Úlfur. Hvað heitir hún? En þarna, hættu þessu. Boom shakalaka. Ég er hálfnaður með mynd sem heitir The Black Klansman. Já. Sem fjallar svartan lögreglumann, Beverly Hills Cop, þarna sem er eina svarta löggan í bænum. Já. Og þarna hann finnur út úr því að það er Ku Klux Klan í bænum hans. Já. Og hann ætlar að reyna að komast inn í klanið til þess að þú veist basta á með því að vera gaurinn sem er að komast inn í klanið á símanum en maður fær einhvern félaga sinn í lögregluliðinu í svona alvörunni og það fara Já. Og það er mikið af hvítu fólki að segja n-orði í myndinni. Já. Og myndir byrjar með Alec Baldwin að leika eitthvað republika að vera rassisti. Já. Sýna eitthvað myndir af svörtum og kalla á ABBA og eitthvað. Já. Það var bara byrjunin á myndinni. Já. Bara eitthvað Alec Baldwin eitthvað. Hvað fjallar þetta svona slavery? Nei. Já. En það fjallar svartan lögreglumann að reyna að stoppa Ku Klux Klan. Já, ok. Og ég er ekki búinn að ná að klára, ég náði ekki að klára hana vegna þess að foreldrar mínir komu heim úr útskriftarveislu. Og hverjum? Ég ætla ekki að nefna nafn. Hvað, er þetta eitthvað? Þetta er eigin maður frænku minnar. Ok. Ég held að það var eitthvað ólöglegt. Ég bara meik ekki að segja nafnið á þeirri mannesku. Nei. En Mattías er ekki hérna. Nei, vegna þess að hann er í sumarbústaðan út í sveit. En það svona fréttir á Mattíasi. Þú vilt kannski segja þar. Já, ég veit ennþá ekki hvort það sé satt eða ekki. Það er satt. En Mattías er að fara að leika Kidda Klaufa í íslenska tali fyrir hvað? Næstu þriðju? Já, þeir eru að fara að taka upp aðna fyrsta tvær á íslenska tali. Er ekki búið að gera það? Ég veit það ekki, sko. Það er sko, ég veit ennþá ekki hvort þetta sé satt eða. Þú eru bara að hringja hann. Þú ert dálít, sko, þannig að það myndi ekki make a sense að þú sért að fara að draga þetta svona allan daginn, þetta grín, sko. Nei, þú eru bara... Talar þetta við þig? Já. Sagði hann þér? Var þetta ekki eitthvað grín bara hjá honum? Nei. Hann var með eitthvað, hann sýndi með eitthvað myndir úr stúdíóinu. Hann er gæðlega múin að kíkja, ég held að þetta sé stúdíó á Sýrlandi eitthvað, hann er gæðlega múin að fara ykkur að fara. Er þetta ekki myndform? Ég veit það ekki, þetta getur verið myndform, ég veit ekki hvað þetta er, sko. Mattías. Hann var með eitthvað selfie á honum, hann var með eitthvað leikstjóra og hann var með eitthvað handrit eitthvað, ég veit ekki, hann er... Sýndi hann þér allt þetta? Já, þetta er í alveg, sko, þú verður bara að hringja. Hann er að fara að leika... Þú veit að hringja hann. Sýndu mig bara myndirnar. Hann sýndi hann í eigin persónu? Já. Ég er ekki með þér í símanum. Þú bara hringi hann.
Ég nenni ekki að trufla hann að gera eitthvað. Nei, Af hverju, býttu. Hvað í sig skýr próteindrykkur að gera það? Ég bara veit það, ég sagði það fram. Ég ætla að lægja með þetta opið. Það mjólk í þessu. Hvað heldur? Þú verður að setja það fram, sko. Það ekki opið, drengur. Jú, sagði út. Overreakta við að kasta þessu í húsin. Já, þetta var opið, sko. Nei. Jú. Þetta var opið, sko. Þetta var ekki opið. Kíktu bara svo, þetta var minningi kalla konum að eilífa. Ég kasta í sig skýr próteindrykkafernu í hausina þar. Er ekki lægi með þig? En það var 7. júní í gær. Já. Hvað gerir þú? Ég fór á Klambratún að borða popcorn í smástund og svo fór ég. Já. Það var súludansari þarna. Já. Víkingur var að horfa á. Ég fór á landsleikinn í gær. Já. Á landsleikur í gær. Já. Pabbi var að horfa á. Og mamma. Það er svona bara heimskulegt. Það má ekki hafa. Vístu unnu við? Nei. En það náttúrulega svona að vera að selja góðstrykki, bara drykki. Já. Í bara svona flaskum. Það má ekki hafa tappa á flaskunum. Já. Bara bannað. Það bara má ekki. Þannig að maður þarf að halda á þess að passa maður sull ekki. Þetta er alveg yfir fullt, sko. Fara með þetta lengst upp í stúkuna. Já, ok. Þetta er mjög heimskulegt. En býtu, ertu alveg vissum að Mattías myndi líka við það að við myndum segja að hann sé að leika að Kidda Klaufa í þessum þetta? Hann sagði að þetta væri alveg svona public og eitthvað. Já, ok. Er þetta ykkur miðli? Ég veit það ekki, sko. Er þetta ekki kannski í kvikmyndi.is eitthvað? Mattías alltaf svona ætlar að talsetja verið Kidda Klaufa? Þetta er ekki... Ég held að finnst ekki Mattías þess að teiknumyndi vera ógeðslega ljótar? Ég veit það ekki. Hann er alltaf að fá mjög mikið peninga eitthvað fyrir þetta aldrei. Ég held að hann væri bara í háskólanum. Nei, greinilega ætlar hann að tala verið Kidda Klaufa í sumar. Hvað háskólan? Já, vinna í háskólan. Já. Ég bara... Þetta er ekki eina vinna. En þess að ég var daginn einmitt að horfa á þetta Diary of the Wimpy getur orðið ykkur rules. Af hverju? Bara. Þú ertu með þess aðdáðandi að uppnála bókana? Já. Já, ok. Ég hafði mjög gaman að það. Ég las alla bækurnar svona. Ég hef ekki reyndar lesið alla bækurnar, en... Sko, ég gafst upp á þessi nýjastu bækurnar voru hrókslega lélegar. Já, en þessar myndir, sko, þessar klukkutíma myndir, þetta er ekki eitthvað 1 klukkutíma og 40 mínútur, skilur við. Nei, þetta er eitthvað 1 klukkutíma og korter, sko. Er þetta ekki 50 myndir eða eitthvað? Nei, 1 klukkutími. Já. Og þarna, þetta er ógeðslega ljótt. Já. Þú veist, þetta virkaði með Captain Overbroke, með Kevin Hart og Ed Helms. Hvað leik Kevin Hart? Kevin Hart leik Georg. Hvað er það svartigræðin? Já. Já. Er það ekki ógeðslega fun? Já. Það leik Georg. Ég veit ekki hver leik Harald, en ég veit að Ed Helms og Captain Overbroke. Og líka, það bara virkaði. Þessi mynd virkaði. Svo gerðu sjónvarpsþátt, það var ömurlegt. Svo erum við að gera þessar Kidda Klaufa teiknumyndir sem eru ógeðslega ljótar. Já, ég held að þetta átti ekki frekar að vera sjónvarpsþáttur. Þetta bara virkaði betur. Það er verið að gera klukkutíma mynd fyrir hverja einustu bók. Já, ég held að það er bara sjónvarpsþáttur. Það virkaði aldrei bara. Hvað eru núna marga bækur? Það er 17 bækur. 17 bækur. Og þetta hætti að vera gott svona bók 11. Þannig að þetta verður örugglega, þetta fer svona verða eins og James Bond. Já. Þetta verður bara næst lengsta franchise. Þetta verður bara í samkeppni við Fast and the Furious, sko. Já. Er Fast and the Furious að fara að halda áfram? Já, ég held að. Já. Hvernig er þetta þú að lasa bækur? Hver var síðasta bókin sem þú last? Ég hef ekki lesið. Þessi þarna held ég svarta bók þarna. Já. Sem var þarna með boomboxin þarna. Já, það var svona síðasta góða bókin. Allar hérna voru ömulegar. Já, ég las ekki og ég mun ekki að lesa meira eftir það, sko. Nei. En já, ef ég myndi samt velja hvað er
hvað er betra Captain Overbrook eða Kitty Klauð, myndi ég velja Captain Overbrook allan daginn. Það? Já. Það fyrir svona 7 ára krakka, sko. Þú á móti öllu sem fyrir krakka, Arnar. Já, ég á móti öllu sem fyrir krakka. Það bara skil ég ekki, sko. En þarna, já, við vorum nefnilega að ræða mikið að fara til útlanda. Já. Og við vorum að ræða vel að minnst hvað þér fannst Japan vera fucked up place. Já, bara þannig. Hvað er þetta að gera í Japan? Þetta er náttúrulega bara ekki heilbrigt líka. Bara... Ertu ekki að ruglast við Kína? Nei, þú veist, Japan, þú veist, þetta er bara vatn. Sem byggjaður eitthvað súlur ofan á vatnið. Það eru svona blokkir undir jörðinni. Og svona, þetta er bara allt svona þröngt. Og þess hver íbúð er svona jafn stór, þú veist, íbúð fyrir þú veist, 5 manna fjölskyldu. Jafn stór þessi litla kompas svona að taka upp í. Já. Þú veist, og þannig þetta er bara... En ég er nokkuð viss að það er til eitthvað svona hótel og eitthvað sem er svakalega fín, sko. Já, það er alltaf mikið túrism að það sem koma svona ríkir túristar. Já, en við vorum líka að tala hvernig það væri 3 hæða hentai-búð. Já, ég vissi það hann ekki. Nei, ég sagði það, ég finna að ég sá þarna en ég bara að vlogga þarna. Þetta er bara fucked up, sko. Já, það er ekki PewDiePie hérna. Já, hann býr þarna núna. Hvað, býr hann bara í einhverju litlu blokk bara? Nei, ég held að hann býr út í sveit. Já, af hverju býr hann í Japan? Hann hefur bara alltaf haft, þú veist, gaman að Japan. Hann planið hérna í mörg ár. Já, er hann alltaf að horfa á anime? Já. Já. Þú veist, af hverju þetta komið með þetta? Já. Bara. Ég hef ekki hort á anime, sko. Þú veist að hann á eiginkonu og eru bráðum að fara að vera pappi, sko. Já. Það er bara flott sjón. Og þú veist, þegar þú segir já eftir að ég svara þér að hann horfir á anime og lætur eins og hann sé 50 maður sem býr hjá mömmu sinni í kjallara að borða snakk. Er það ekki hvernig allir sem horfa á anime eru? Nei, það eru venjulega mjög margir sem horfa á anime sem er eitthvað svakalega fitt. Ég hef séð það. Já. Já. Já, það er alveg sjálfgeft, held ég. Já, örugglega mjög sjálfgeft. Já. Það er líka mjög mikið af fólki sem er að segja eitthvað orð sem kom úr einhverju anime sem Japanar nota aldrei daglega. Já. Sem er ógeðslega haglæðislegt. Já. Þú bara hætti þessu. Ég hef aldrei hort anime. Ég horfi bara á þessu Studio Ghibli myndir. Já. Það eru góðar. Spirited Away maður. Er það anime? Er það ekki bara... Japansk teiknimynd. Anime. Er það ekki Disney eða eitthvað? Studio Ghibli er ekki Disney fyrirtæki. Ok. Það er ekki Warner Bros fyrirtæki. Nei, Studio Ghibli er sitt eigið fyrirtæki. Já, en Warner Bros á það, held ég. Nei. Það er þetta að horfa, af hverju þetta að horfa þetta HBO Max? Er þetta að horfa á Studio Ghibli myndirnar á HBO Max? Já. Það er líka hægt að horfa á Studio Ghibli myndir á Netflix. Já, þau Warner Bros á réttin á þessu, held ég. Það er ekki Warner Bros myndir á Netflix. Það voru þá Studio Ghibli myndir á Netflix. Sem Warner Bros á Studio Ghibli. Já, en það eru engar aðra Warner Bros myndir á Netflix. Af hverju er þá Studio Ghibli myndir á Netflix? Sko, vegna þess að Studio Ghibli er bæði á Netflix og Max. Þetta er mjög flókið svona rétt hafa dæmi. Já, en þarna... Ég veit sem ég, með minna að segja... Agramana, það er bara Studio Ghibli og One Piece hjá mér. Æ! Hvað er ekki One Piece? Er það ekki fyrir svona 30 pipa svona? Nei. Það eru mest fitt gaurarnir eitthvað sem horfa á anime, það er venjulega One Piece. Já, ok. En þess að þeir eru með svakalegt ADHD og ofvirkni. Hvað er svona þetta fyrir svona 40 pipa sem að eru spikfeiti og búið hjá móður svona? Ég myndi segja My Hero Academia. Það er einhver ofurhetju skóli eitthvað. Þannig að maður veit að það er ekki skemmtilegt fólk sem horfir á það, sko. Nei. Mér er svona Snorri þolir það ekki, sko. Já. Og hann horfir á anime. Hann þolir það ekki, hann veit líka að fólk sem horfir á það er óþolandi. Já.
Og það bara satt. Já. En One Piece maður. Mér þess að rasíst. Pældi í því. Já. Allir svarti karakterir með svona þykkar varir. Já, ok. Samt horfir svart fólk á þetta. Já. En það eru líka í Japanar bara eitthvað rasískir, held ég veit það. Hvað er Pokémon? Það annað mig. Það hefur verið en þetta er upprunalega bara tölvuleiki serið. Já. Ég hef ekki séð það alveg, sko. Nei. Ég hef ekki spilað. Það var samt allir bara í Pokémon Go, bara allir. Allir, með þess að pabbi minn. Ég spila alveg. Þú veist, ég og pabbi minn, við fórum einu svona út í miðbæ, við fórum í 66 gráð norðurbúð, og svo var einhver Pokémon, og það var eitthvað, og svo fórum við út. Já. Ég var alltaf að heyra eitthvað, það var eitthvað krakkar eitthvað, hoppaði eitthvað byggingum. Og svo kom þetta lag, þannig að, æla, Pokémon, og mér langaði að drepa sjálfum í hvert einasta lag sem ég heyrði. En svo var ekki eitthvað stelp í Kína eitthvað, sem var eitthvað fram með sjálfsvort og Pokémon eitthvað, hún var eitthvað hoppað eitthvað byggingu til að langkvæmt Pokémon eitthvað. Það mögulega gerðist. Það var eitthvað fullt af eitthvað fréttum eitthvað. Fólk getur haft alveg massív svona, getur ekki séð það sem í kringum sig þegar það horfir á síma. Þannig að já. En býtu, réttum aðeins síma. Hvað var að gera? En hann að sjá bara, þú veist, svona það sem verið aðalega að skoða í Japan. Svo ég ekki með net lengur. Ég búinn með. Þú ert búinn með netið hjá öllu? Ég fæ 2 GB á mánuði. Sem ekki neitt. Hvenær farið það aftur gigabæt? Ég fæ það 10. hvers mánaðar. 10. hvers mánaðar? Já. Það er næstu 10. júlí. Þetta er alveg óþjóðanlega, sko. Ég fæ þetta 0 krónur. Þannig að ef ég fæ 2 gigabæt á 0 krónur, ég þá ekki fengið 4 gigabæt á 1 krónu. Já. Er það ekki sanngjarnt? Jú. Já, snögt. En já, það er fullt af öðrum löndum sem er að fara. Þú hefur komið til Rússlands. Það er gaman þar. Já, en sko, ég fór til Moskvu og fólk segir alltaf að Moskva og St. Petersburg eru frábært þar. Allt annað er bara fátækt, þunglindislegt og bara umlegist þar. Og það er rétt, en ég fór til Moskvu og þetta var bara eitt fallega stær sem kom bara alltaf. Var það ekki þessi kastalið þarna? Jú, en það Rauðatorgið. Og bara, fólk held að segja eitthvað að Rússland segja eitthvað sem skerir eitthvað. Mér leið bara örugt þarna. Man bara treystir þessu, bara geta að labba á götuna bara örugur. Þetta er bara fallega byggingar. Og svo fer maður yfir lestarteinana. Það er alltaf eins og fólk sem býr í Rússlandi. Þetta er bara gott fólk. Síðan er bara innræðisara sem er þarna, sem bara stjórnarallu. Já, svo fer maður eitthvað annað. En svo öll fyrirtæki eru að hætta rekstur við Rússlandi, þú veist, Netflix, þú veist, allir svona afþrenga þjónustur, Spotify, YouTube. Já. Og líka skyndibita sem fullt af veitingastöðum, þetta er alltaf að hætta. Og þú veist, ég skil af hverju þeir eru bara styðja stríðið, styðja gegn stríðina, styðja Úkraínu. En bara það er svo mikið af fólki sem býr hana, þú veist, það er svona 5% af Rússland sem að styðja Putin. Allt annað fólki ég bara vorkenni það. Ég get ekki gert það lengur. Nei. Það fyrir ekki svolítið. En núna var Ísland að loka sendiráðinu í Íslandi. Já. Það bara er skref sem ekkert annað land hefur tekið. Þannig að fólk er að segja að Ísland sé svona að gera mjög góða hluti fyrir Úkraínu. Já. Enda er einhver listi fyrir mest, þú veist, landi? Svona ekki umhverfislega svona það sem er hægt að gera þarna, heldur bara það sem við höfum mest fjölda af svona indælu fólki. Örugglega. Kanada er örugglega í fyrsta sæti. Já. Það var allir, ég held að það var enginn farið í slag í Kanada. Nei. Það bara ná allir bara sáttum bara strax. Og líka ef maður fyrir í slag þá eru bara allir í vinnir í endanum, sko. Já, og það er bara einhver gamli slag. Það er enginn, já, þetta er bara eitthvað. Það er bara, þetta er bara já. Oi. Já. Oi. Fá sér kakó. Já. Ég langar með að koma til Kanada. Ekki núna samt. Ég er að fara til Kanada í sumar. Já. Þetta verður rosalega. Þú vorst að fara í fossa og eitthvað. Já. Er þetta ekki að fara að vera í svona gulri regnkápi, svona bát og að vera í fossa og eitthvað? Já. Ég er að fara í annað skiptið til Kanada.
Svo ég að fara í 3. skipti Bandaríkina. Ekki gaman og annað skipti ég fór þarna sko ekki fólk samt ógeðslega vinalegt þarna? Sko, jú, en sko ég man ekki eftir ég fór fyrsta skipti. Ég var 0 ára. Já, ok. Sko, Kanada fyrsta landi sem ég farið í fyrir utan Ísland. Það er bara annað landi sem ég kom með í lífunum Kanada. Kanada. Og núna myndu sjá fyrir raun hversu indælt fólk þarna. Já. En þú veist, hvar heldur að Ísland myndi vera? Verðan að segja, ég veit að Ísland er einn af 2 löndum sem ógeðslega opið fyrir hinsegin fólki. Já. Einn af 2. En sko, eitt með Kanada. Ég heyrti einhverja vegna að þetta var ekki bara fjölskylda mín sem fara, þetta var öll þau fjölskylda mín. Þetta var alveg 20 mann sem fara. Já. Og ég náttúrulega man ekki eftir því, ég heyrst svona sögu frá þessu. Og ég það, þú veist, það var allir að fara eitthvað veitingastað. Já. Og þetta var eitthvað svona hættulegu hverfi. Og við þurftum að fá lögreglufylgd aftur í bílun. Það? Já, þau voru margar veitingastað, það var allt eitthvað hættulegt í hverju. Það var bara lögreglufólk sem bara... Af hverju fóruð þið það þunga? Vegna þess að það var ekkert annað það. Þetta var svona eina veitingastaðan. Af hverju voruð þið samt þarna? Af hverju fóruð ekki eitthvað annað? Við vorum að þess að keyra í gegn og það var eina staðurinn í mjög langan tíma, skilur. Já. Skilur. Þannig að það var bara þarna, eða bara ekki bara það í... Já, það er alltaf eitthvað hættulegt hverfi eitthvað. Já, það er alltaf eitthvað. Ég veit það er alltaf líka bara næst stærsta landi í heimi. Já. Það búið alveg eitthvað 100 milljónir svo. En þannig að, já, er ekki þá Kanada hitt mest opið land? Já. En þess að Rússland er svona í síðasta sæti. Já, Norður-Kórea, örgulega. Norður-Kórea? Já. Og er Rússland svo í öðru? Og Bandaríkin í einhverju Texas? Já, sko, fólk er að segja Texas þetta var land. Og ég vona pínu að vera land því að það var Bandaríkin skora staður. Já. Já. Það er bara, sko, Texas er örgulega vond, en Austin, Texas, þar sem allir Twitch-streamerarnir búa. Þar búa allir á Twitch. Þeir eru bara þarna. Af hverju? Á Austin, Texas. Ég veit það ekki. Já. Bara Austin, Texas. Já. Svo búa ykkur í Flórida. Já. Og allir vita að það eru bara krókódílar í Flórida. Það var bara dæma gömul kona bara... Getur krókódíl? Já, hún var átur bara eitthvað að labba út á götu. Kom bara eitthvað krókódíl bara í borða hana. Já. Svo ógeðslega fucked up, sko. En allavega Austin, Texas, er það ekki eitthvað ógeðslega chillstaðar? Ég veit það ekki. Það er bara borg. Það er eiginlega ekki þarna. Já, það er bara eitthvað sveitabæjar. Það er bara borg, götur með Sveitabæjar. búðum og Twitch-streamerar. Og sveitabæjar. Já. En Texas, þar eru bensínstöðvar, hús, götur. Vissubúður. Já. Og versta fólk sem þú getur mögulega hitt. Já. Þannig að, já. Það er bara þannig. Texas. Já. Við getum sungið lag Texas. Í þessum miðjum þætti. Á, gera. Texas er... Takk fyrir þetta. Það er hana í afmælski draumurinn. Já. Fóruð þið þá til Texas? Já, þú fóruð. Hvað gjörðu þið í Texas? Ég manna það ekki, sko. En hittið þið ógeðslega leiðilega mannesku og maður fær eitthvað svona 100 stig eitthvað venast að það er ógeðslega auðvitað. Þeir búið til lag Texas og fyrsta línlaginu var Texas is the place you wanna live in. Nei. Bara, nei. Ég held að það sé að ruglast við New York, sko. Já, alveg. Menn að það er það sem fólk venjulega segir Bandaríkin, að það vil alltaf fara til New York. Já. Það er eiginlega annarkvort New York eða LA. Líka svo New York er mjög örugs þar. Já. Það bara... þó að það, ég ákveð svona ofrið tímindum, það er alltaf einhverju glæpa. Þess vegna var ég svo hræddur við að koma til New York. Þannig að ég held að það væri bara einhverju bóvar allan tíma. Nei, það er Chicago. Það er mjög mikið að segja þar og eitthvað. Já. Það er mjög örugt. LA og eitthvað. LA er alveg örugt, sko. Er það? Já. LA er örugt. Og en Chicago. New York, Chicago og Detroit náttúrulega. Já. Detroit er náttúrulega mikið hættulega sig. Það er náttúrulega bara... Og það sem er í Hollywood, eiturlyf. Ekki hættulegt fólk. Ég myndi frekar vilja búa í Texas, heldur Detroit. Já. Bara Detroit, það er bara... Ég myndi búa þá í Austin, Texas. Já.
Menn að segja, ég eiginlega ekki þarna, sko. Nei. En Hvað er að gera á fjölskyldunni segja bara, við ætlum að flytja til Detroit? Þau eru mjög ofta fokk í mér að þau ætla að flytja eitthvað til útlanda, sko. Það er eiginlega orðið þreytt og ég er farin að fatta það í grín, sko. En ef það er í alvörunni? Ég myndi drepa fjölskyldunum mína. Já. Nei, ég myndi ekki gera það, en þú veist. Og þú myndi mæta fyrsta daginn í skólanum og það er bara krakki bara myrtur. Já. Bara krakki með vissi bara myrra annan krakki. En ef það er einhver staðar í Bandaríkjunum sem hefur ekki neitt, það er það Arkansas. Hvað er það þar? Einmitt. Hvað er það og hvar er það? Hvar er það? Nei, í Bandaríkjunum. Hvar er Bandarík? Bandarík er stórt land. Já, ég man ekki hvort það var í norður eða suður. Ég man ekki. Já, það er eiginlega bara að tala sko austur Bandaríkin. Já. Vestur stundin. Já, en það er líka, þú veist, það er alveg norður, sko. Það er Norður Ameríku og Suður Ameríku, en það er samt alveg til norður í Bandaríkjunum. Það er ekki mikið það er ekki notað. Detroit og Chicago í Norður Bandaríkjunum. Já. Bara landa á Kanada. Já. En hvort langið þið frekar að flytja til Harlem eða Detroit? Harlem er svona hættulegt að hverfa í New York. Mér hættulegt að hverfa í New York. Og þegar ég var í Bandaríkjunum þá gisti ég í Harlem. Og hvernig var það? Í bara einhver random íbúð í Harlem. Og hvernig sem var við komum á Airbnb. Og þú veist, það er nokkra götur sem eru bara eitthvað heimilisins fólk að éta eitthvað döða fugla og eitthvað. Sáuð þið fullt af því? Já. Sáuð þið í alveg heimilislausa manneski að éta döðan fugl? Já, bara eitthvað döða dúfa eitthvað. En fyrir utan það er þetta fyrst staðar sko, Neil Patrick Harris. Af hverju samt ákveðuð þið að fara í Airbnb íbúð? Af hverju fóruð þið ekki í hótel? Veistu hvað sem mikið það kostar? Já, ég veit það. Kostar þess bara 14 milljónir eða eitthvað. Ég er bara, þú veist, ég var einmitt að ræða við við erum að fara til Krítar í sumar. Já. Og þarna, við erum fyrst að fara að vera í svona íbúðarhóteli. Og við erum mjög oft farið í þannig. Og mér líkar ekki við þannig. Nei. Menn sem mér líður ekki þetta er ekki í neinu blokka hvað þetta er alveg út í sveit skilur. Já. En þarna já, mér hefur bara aldrei líka við að vera í svona íbúð frekar en hóteli sko. Já. Plus líka bara svona villa hótel skilur, þau eru alltaf svona næs. Já. Það er ekki þannig í New York. Það er bara eitthvað svona skyscrapers. Já. Með herbergin. Já. En já. Hvernig er Krít? Akkur alltaf farið Krít? Við hefum bara komið einu sinni, drengur, slaka á. Já, akkur farið aftur. Þannig sem mamma elskar Krít. Þannig sem mamma bara elskar Grikkland. Hvað, er bara svona strandir hana? Já. Og hvaðan er hana? Matur, já. Eitthvað annað? Sko, mamma er aðalega að fara á þessa staði venna þess að henni langar bara að komast í burt frá þessu skítaskeri, sko. Mamma þolir ekki Íslands mjög oft sko. Já, okkur flytur hann bara ekki. Henni langar það en þannig að hún veit alveg að ég og Goði og okkur langar ekki að flytja skilur við. Mér finnst það svo óþjóðan þegar fólk segir eitthvað þetta er skítasker. Já. Eitthvað þetta er grjótrúa. Það er það ekki. Eitthvað, nei. Þetta er bara eitt fallegasta land í heimi. Og ef þið vilja ekki hafa heiðrun að búa í fallegasta land í heimi, flytið þá til Detroit. Bandaríkin. Það sem að þið veru myrkt eftir 5 sekúndur. Ef þið vilja ekki búið í fallega samlega með fínt og fallegasta og örugga samlega flytta til Bandaríkjana sem er eitt ljótasta og örugga samlega bara gera, ég er ekki að segja ykkur að gera það ekki. Ég bara kalla þetta skítaskirfana þess að fólk kalla það. Já. Ég finnst það ekki. Nei. Eða bara mamma myndi öruglega kalla það. Mamma bara, þú veist, hún getur verið svo þreytt á þessu veðri, sko. Hún kan bara fara aðeins um strand. Og hverju fer hún ekki bara Nauthólsvíkina? Nauthólsvík? Já. Í desember í 5 gráðu hita snjó. Það mætti Nauthólsvíkina. Í Nauthólsvík. Og dimmt úti og morgunin eða kvöldi, ekki meðan það bara morgunin, 6 morgun 5 stiga hiti. Já.
snjór og rigning Ég hef aldrei séð hvernig það í Nauthólsvík í desember bara snjór þarna bara komið snjór bara yfir sand Það enginn annan Það enginn annan, nei bara alveg lokað Ég held að þetta gæti að vera opið sko Það bara fólk að fara í pottana Já, það bara snjór yfir allan sand Já, það bara hannig En þarna já, Bandaríkin Það líka Beverly Hills Já En það ekki næst staður Það bara í Los Angeles Já Það bara það sem allir Hollywood-sjöðnar búa bara einbýlishús eftir einbýlishús eftir einbýlishús eftir pálmatré eftir samt að því sem ég hef séð þarna Beverly Hills Cop það er frekar næs Já, hann alltaf í byrjun á myndina þá var hann í Detroit vinur þess að myrtur kemur ekki vart reytar af lögreglumanni ekki glæpamanni glæpamanni kemur ekki vart og sem fór hann til Beverly Hills sem bjó ekki í Detroit Nei Hann bara fór þarna þannig að þess að gaurinn átti í einhverju sambandi við þessa glæpamenn sko Já Það kemur ekki glæpamaður í íbúðuna Í Detroit Já það kannski Í Los Angeles Nei Hald ekki svo Ég sé alltaf hverja einustu borg í Bandaríkjunum bara eins og borgin í GTA sko Ég bara sé það þannig og mér líkar ekki við hvernig borgirna líta út í GTA þannig að það sýnir það bara þannig að GTA bara að drepa fólk og taka dópskilur Ég fór einu svona í strippklúbb með frænda mínum í GTA og erum að reyna að passa okkur á foreldra okkar myndi ekki sjá það og það bara nögt það ekki þegar við vonum þarna en það var hægt að borga til þess að tótt okkur sko og sérst í nögt í GTA Já, það getur það er eitt staður þar sem það er einhver kona með alveg brjóstin úti eitthvað í einbýlishúsi og svo er líka einhverju gaurar sem yfir með skýta og döður og sérst í svona titlinga það er alveg ís sko það er alveg ís GTA GTA Grand Theft Auto sem Pétur Jóhann elskar það er svona eini tölvuleikurinn sem hann þú veist referensar það er eins og það er eini tölvuleikurinn sem hann veit annað leikirnir sem hann spila í Duos hann ekki alltaf Candy Crush það er Sveppi Sveppi heldur að Candy Crush er eini leikurinn sem er til hann er bara alltaf að referensa bara þetta er alveg eins og klára borðið Candy Crush Pétur bara alltaf svona hann er alltaf komin að borða eitthvað 10 ég sá eitthvað TikTok sem var eitthvað svona gamall japanskur kall eitthvað hann var eitthvað að borða eitthvað 300.000 eitthvað í Candy Crush hvernig nenni maður þessu ég veit það ekki ég er með Candy Crush símanum ég er komin í svona borð 17 og hafa hann í símanum í 3 ár ég spilaði svona á 4 mánaða fresti Candy Crush spilaði þetta borgunni en þannig að ég er búinn að gera watchlista á Viaplay þannig að ég er komin með nokkar myndir þannig að ég á vissulega eftir að klára The Black Klansman en svo er ég líka með Inception Terminator 2 No Country for Old Men Blade Runner og Shawshank Redemption og ég vissi ekki að þessar myndir væru allar á Viaplay ég vissi það ekki og ég fegin að þeir eru allar á Viaplay þannig að þetta eru allar myndir sem er nokkur ógeðslega mikið að sjá og mér vantar að horfa á hana Christopher Nolan mynd sem er Inception en þarna, The Shawshank Redemption og Terminator djúk langar með að sjá Terminator maður Terminator, I'll be back Akkur hljómar Arnold Schwarzenegger þannig að hann er ekki frá fucking Bandaríkjunum frá hverju hann? Orlando? það make a sense þannig að það heitir Orlando af hverju tala hann? Ég skil alltaf ekki hann er frá einhverju landi, ég veit það ekki hann er eitthvað hrein
Þetta hljómar svo eitthvað Pólland eða eitthvað. Hann er frá eitthvað Tyrkland eða Hann er frá eitthvað Olympus. Hvað er það? Það er þarna í grísku guðafræðinni, það sem eitthvað allir guðin Olympus. Hann bara kemur þaðan. Já, það getur verið. Arnold. Það eru komni heimildaþættir hann á Netflix. Já. Reyndar hann ekki að verða stjórnmálamann? Jú, hann var... Gekk alveg hræðilega? Nei, hann var stjórnmálamann. Það gekk bara vel? Hann var ríkisstjóri Texas. Florida, ég man ekki, þetta var Texas. Hann var alltaf republikani. Já, en hann var ekki hræðilegur republikani. Nei, hann var að tweeta eitthvað. Ekki? Nei. Já, hann var að tweeta eitthvað svona eitthvað dæmi eitthvað. Hvaða dæmi? Hann var að tweeta eitthvað, hann var að segja eitthvað svona mjög demókratlega hlut eitthvað. Og allir voru svona, hann er góður maður. Ég man ekki hvað það var eitthvað svona eitthvað málefni. Sko, ég er nokkuð viss það, hann er ekkert að reyna að skjóta á eitthvað og vera eitthvað hræðileg manneskja, en þess að hann er á móti hatur. Já. He wants to terminate hate. Já, ég er alveg aðdáandi ávarðansvæðsannleikar. Já. Hann er alveg mikið betri. Hann leikur í True Lies. Hann er mikið betri mjög mikið af fræfólki, eins og Ellen DeGeneres. Já. Og Steven Seagal. Hatar hann. En Ellen DeGeneres, maður svo ógeðslega skrítin húmor. Já, hann finnst alltaf gaman að gefa fólki hjartaáfall. En hann finnst líka gaman að leggja fólki sem að fara í einhaldi. Já. Hún er bara eitthvað, þú ert heimskar. Nei. Og hún fer okkur saman ekki að hlæja. Og allir aðrir fara að hlæja. Og til þess að bæta gráðan sér hart, þá er hún bara, hún er ömuleg við krúið sitt. Hún er líka ömuleg við alla gestina. Hún er leggja alla gestina. Alveg svo James Corden. En Jimmy Fallon, hann er bara, hann er alveg svona, sko. Já. Bara ykkur í teiminu, hann segir eitthvað funny og hann er bara, Já. Hún finnst að það vera svo gaman. Já. Hún er svo gaman að segja það. Morgan Freeman reyndi að drepa hann í einu þætti og hann bara En veistu þú, það var Hún var svo fyndin. Ellen DeGeneres sem Seth Rogen bara beitt hana ofbeldi. Geggjað. Seth Rogen var eitthvað gestur hann var eitthvað, þú ert feitur. Geggjað. Hann bara kýldi hana bara. Það er geggjað. Og bara, hún er bara eitthvað, eða þú var í beinni, það var bara alveg klúður. Geggjað. Já, hún fór eitthvað að gráta. Já, gott af hana. Já. Ná, skilið. Ég vil hluti að eitthvað myndi gera það við James Corden. Hver myndir þú vilja sjá mest til þess að kýla James Corden? Hver er svona manneskja sem getur myrt hann bara og stanum bara? Mike Tyson og Arnold Schwarzenegger. Þið myndum að mæta inn. Þeir myndum að mæta þeir tveir gestir og hann myndi segja You're a fat og við bara Ég með hann sko. Þannig að þú veist, þetta er bara svona baksviðs. Það var að taka upp en hann veit það ekki, James Corden. Hann er svo í Coco. Hæ? Hann er svo í Coco. Ég maður ekki það því. Hann er svona að taka upp svona. Hann veit ekki að það sé að taka upp James Corden. Þannig að hann er bara, þegar hann veit enginn að taka upp, þá er hann bara að leggja til einhaldi. Hann sér það og byrjar bara eitthvað að öskra á það og það einhver. Og síðan hlýtur sér myndir og svo þú veit, ég beinni James og síðan bara byrjar að kýla hann. Hann fara að gráta. Þáttur hans er cancelaður. Hann er cancelaður. Missar allar peningin sinn og fara að flytja á götunni. Þetta er að gerast strax og aftur. Já. Hann er núna að flytja aftur til Bretlands. I'm going back to Britain. Já. And I'm going to... Og þekkti þetta svo hættir sem þetta var. Já. En núna verður hann bara með YouTube síðu það svona Carpool Karaoke. Að það? Ég veit það ekki. Ég held ekki. Ég vona ekki. Ég held að hann sé bara eitthvað rithöfundur. Það er svo mikið steipa að fá ykkur með sér og syngja ykkur lög eitthvað inn í bíl. Já, þú veist, hver nennir að horfa það? Og sko, allir svona fræga tónlistar. Nýtt lag. Hvernig fekk hann bara mjög mikið frábæra tónlistarfólki? Var mjög mikið fræga tónlistarfólki til að koma hann með í það? Var enginn sem sagði bara nei? Bara nei, James Corden. Nei, James Corden, nei. Þú ert ógeðslega leiðilegur. Nei, þú kemur! Þú ert eitthvað leiðilegu breti sem að enginn annar horfa. Nei, allir voru bara, já, þetta er snögt. Förum með hann random breta í eitthvað. Gaurinn, svona tónlistamæður sem er alltaf með hann þarna, eitthvað svona, með þarna sólgrein, eitthvað, Ég held að hann fær borga til þess að hlæja brandurinn, sko.
Já. Hann kemur alltaf með ykkur bræði og hann er bara í hvað píanó hann. Já. Eða svona. Já, þetta er eitthvað skrítið sko. En svo höfum við örugglega besta Tonight Show dótið. Já. The Eric Andre Show. Já. Það er geggjað sko. Ég hef ekki séð. Hefurðu séð það? Nei. Adult Swim YouTube Classic sko. Það er basically þessi Eric Andre fær bara eitthvað frægt fólk til sín. Það er bara eitthvað svona nokkra mínútur og það er ekki einu sinni neitt viðtal. Nei. Það er bara algjör þú borðið springur eitthvað. Hannibal Buress. Hannibal Buress. Hann er svona hann er svona það er alltaf einhver gaur með Tonight Show stundum. Já. Sem er bara þarna. Já. Skilur, Hannibal Buress hann er bara þarna og þarna gestinni, því bara ég veit ekki hvort að þið vita að þetta sé eitthvað grína ekki en þeir eru alveg í ógeðslega miklu rugli bara, þeir eru bara alveg hvað er í gangi. Já. Verður þessu Eric Andre. Ég elskar líka þarna The 5 second talk show. Með hverju? Hefur ekki séð það? Nei. Þú var svo hver er í því? Þú var alltaf Joe Biden. Hver er í því? Það gæna það. Úr hverju? Hvað gera það? Þetta er maður. Er þetta einhver leikari? Nei. Þetta er svona maður. Man ekki verið þér. Er þetta bara einhver random manneska? Já, eiginlega sko. Og fær hann bara einhver á heimsfræði í 5 sekundur og svo bara búið? Já. Þau maður ekki að segja neitt. Hann bara velkomin að þetta er hann gæst og takk fyrir ára. Bara ekkert vera að flækja. Já. Hann fekk mér að Joe Biden. Það er kannski of. Nei. Það er bara fullkomið eins og það er. Á hverju ekki meira svona 10 sekundur? En hefur að sé þessa klippu með Kevin Hart. Þá hann með okkur að spella þetta. Sem er eitthvað Hart. Það var ekki reglulega eftir hann sljómast í hjarta. Og hann var ekkert að leggja eitt gæja einhaldi eitthvað. Eða þú veist, hann var ekki að leggja einhaldi. Hann var ekkert mann. Hann var ekki að segja eitthvað, ég er eitthvað 60. Og kemur eitthvað, vá. Kemur eitthvað, Já, hann var eitthvað mikið. Vá, það er mikið. Og my God. Hann var eitthvað ógeðslega múðgar. Jó. Hann var eitthvað. Jó. Hann var eitthvað ógeðslega múðgar. Nei. Eitthvað. Þetta er ógeðslega. En hvað er klukkan er 15:11 í dag. 15:11? Já. 11 mínútur yfir 3. Já. Við erum búin að vera í vinnuskólanum. Já, við erum í vinnuskólanum. 2 vikur eftir. Eða 1,5 eftir. Já. Og það er bara gaman. Já, það er. Af hverju þetta kíkja í símanum? Ég held að þú hafðir ekkert net. Ég er að sjá ekki tengsl við netið sem er á Borgarbókasafninu. Það er RFK. Sjáum hvort að það er hægt. Ef ekki, þá hef ég ekkert annað til þess að segja. En við erum komið gest hérna inn í kompuna. Það er Randy McJones. Alla leið frá Texas, ekki satt? Ég er nefnilega búin að vera að tala við ykkur í vinnuskólanum. Já, þú ert einnig ferð á Íslandi og við hugsaum svona að það væri tilvalið að fá þig hérna í ykkur, en þið þekkja hans kannski. Hann er fræg á YouTube-vídeóinu Racist Man Reacts to Gay Marriage sem hann postar á 2009 í YouTube og þetta er með 14 miljón spilunir í dag. Já. Þetta er alveg bara magnað. Já. Og ég er ekki með kústinn minn vissulega. Já, þú ert alltaf með kúst. Það sé líka annan vídeo Old Man React to Slavery. Það ekki. Það leiki á með jákvæðum nótum. Já.
Mér leist vel á þetta sem ég leit augum á. Old man reacts to Obama sem þú var hnexlaður svartur demokrati. Já, var ég ekki eins og eitthvað tómatur í framan á þannig thumbnailinu þarna? Jú, þetta var ekki gerður þannig, þú bara svona í vídeónu. Ég var bara svona eldrúður. Ég var að vera að springa. Þú ert einn heitasti aðdáandi Donald Trump. Já, hann frábær manneskja. Já, og bara mann langar að spyrja hvað gerir Trump svona frábæran? Hann það er eins og Guð, hann uppi, skapaði mannesku sem að reyna að gera allt sem mig hefur langað að gera með alheimin. Myndirðu segja að hann mun gera árið 2024. Myndirðu segja að hann sé fullkominn? Já, á allan hátt. En hann núna að fara í fangelsi bæði fyrir að múta klámleikunu og að geyma leyniskjöl heima hjá sér. Það eru bara þessir helvítis demokratar. Nei, þetta bara lögum Bandaríkjanna. Þetta gegn lögum Bandaríkjanna. Ef þú fer í lagabók Bandaríkjanna, þú sjá að þetta ekki með lögum. Þannig að hann ekki að fara með lögin. Hann að brjótast gegn lögunum. Hvað fannst þér það? Trump má gera það sem hann vill. Já, þannig má hann bara myrða mann. Hann lætur ekki mandra með það. Hann hefur nú greinilega örugglega góða ástæðu til þess að drepa einhverja mannsku. En ef þetta tilefnislaust morð, þegar hann fangelsi, finnst hann að þetta fyrir fangelsi? Ha? Finnst hann að þetta fyrir fangelsi? Nei. En þarna þú ert líka með 10.000 fylgjendur og trúða social, ekki satt? Já. Og þú að segja að Ron DeSantis sé Satan. Já. Hvað? Af hverju? Býtu afsakið, hver það aftur? Það maðurinn og republikanflokkun sem var á móti Trump, sem ætlar að vera forseti staðan fyrir Trump. Já, hann vill kannski halda hlutunum eins og þeir eru, eins og ég. Já, eins og þeir voru, eins og ég, nema að hafna hinnum fullkomna manni eins og Trump. Það er ég bara alls ekki sáttur með. Þess vegna held ég að hann sé í alvörunni demokrata ógeð. Og núna er Mike Pence, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, sem var varaforseti á tíð Trump, að hjóla í Trump og segja að hann ætti að vera í staðinn og vera að gagnrýna Trump mikið. Hvað finnst þér það? Enginn gagnrýnir Trump. En Tucker Carlson hjá Fox News, mikil aðdáandi hans, hann var rekinn á Fox News og byrjar hún á Twitter. Hvað finnst þér þetta? Hann fær að tjá sín mála á þessum samfélagsmiðli eins og hann vill í staðis að vera í fréttinnar, en þess að getur haft mikið afleiðingum. Já. Og enda eru Fox News algjört kjaftaði. Ég horfi ekki á það lengur, ég horfi bara á CNN. Já, en síðan er líka eitt svartur maður sem vill vera forsetafni republikana. Hvað finnst þér það? Þú veist að segja Truth Social að það veri ógeðslegt og vanvirði gagnvart hvítu fólki í Bandaríkjunum. Þetta er White America. Hvað finnst þér þetta vera? Þeir eiga ekki heima hér. Já. Þessir abakettir. Er þetta ekki haldið langt ekki að kalla á það? Ég er hvítur maður. Ég er Ameríkani. Já. Ég hef rétt á að segja það sem mér finnst. En hvað sem að svona Native Americans eru alltaf að vera stærri og stærri? Finnst þér að þetta var reknur í Bandaríkjunum? Þeir áttu ekki að vera á þessu landi. En þeir komið hérna undan ykkur. Já, þeir áttu ekki að vera þarna. Já. En Ray William Johnson, hann er Indjóni. Þú það móti honum ekki satt, og hann er Indjóni. Allavega, Mexíkó. Þú vilt byggja vakkið, ekki? Já. Okkur. Því að það getur hann þessa taco-étandi og burrito-slefandi hirðfíblum út frá okkar landamærum. Já, en þú varst líka með campaign árið 2017 við að loka fræga skylda sem Taco Bell vegna þess að það er ómikil mexíkósk menning, ekki satt? Já.
En þú varst einnig ákjörður, þú varst í 2 manna fangelsi árið 2015 fyrir að skjóta 5 ára krakka með riffli. Viltu segja okkur af hverju þú gerir þetta? Nei, ég nenni ekki að tjá mig það. Hvað þú samkvæmt hérna heimildum okkar, þá ertu með 458 riffla í kjallarnum. Til hvers ertu 458 riffla og hvað fekk þessa riffla? Til þess að vernda mig frá þriðja heimsstríðinu með þessa heimsegin og svarta og röglum öðrum kynþáttum og kynhneigðum. En ég líka með spurningu, hvernig lærið þér íslensku? Ég nú bara verið á Duolingo. Þú talar alveg mjög góð íslensku. Já. En hvernig talar þér ensku? Á ég að sýna þér? Já. Af hverju við að ræðum þetta núna? Prófa að tala ensku. Ok. Þú ert bóndi líka, ekki? Yes. Segðu eitthvað annað bara yes. Talaðu um Trump eitthvað. Gaur, þetta svo haglæðislegt sko, að hafa verið nú. Mér langar bara að vita hvort þú sért alvörunni Randy Jones. En þess að mér langar bara að heyra það tala ensku. Þú ert búin að heyra það? Þú sagði bara yes. Segðu Donald Trump is a Af hverju ertu að kanna þetta? Segðu Donald Trump is a good Af hverju ertu að reyna að vera Segðu Donald Trump is a bad person. Ég myndi aldrei segja nokkuð slíkt. Segðu Donald Trump is a good person. Og hins á mínu eigin máli. Segðu Donald Trump is a good person. Donald Trump is a good person. Þú lóðum bara svo íslensk og reyna að tala ensku. Donald Trump is a good person. Já, svona, ok. Ég með kvef. Af hverju heitir Randy? Það heimskulegt nafn. Hvað varstu að segja? Ekkert. En það ég með spurningu, rauður eða blár? Þetta hraðaspurning. Rauður eða blár? Núna. Þú gleymdir einum öðrum lit. Hvað? Hvítur. Það rauður, hvítur og blár. Nei, en rauður eða hvítur? Rauður eða hvítur? Nei, rauður eða blár, þetta segja annarkvort. Rauður. Já, ok. En hvaðan segir það að Donald Trump ekki hvítur, heldur appelsínugular? Það ekki að segja eitthvað? Hann ekki hvítur, hann appelsínugular. Jú, hann það víst. Ha? Hann það víst. En það þetta vídeo þegar YouTube svo posta 27. mars 2019 sem þetta old racist man set svona orange face to support Donald Trump. Hvað var það? Og af hverju svona alltaf mikið á YouTube-vídeóum þegar að gera eitthvað? Og hver að taka þessi vídeó upp? Og hvað finnst þú þessi vídeó? Er það leyfileg eða? Hvað finnst þér þetta? Ég vil ekki tjá mig þetta. Takk fyrir komuna. Þú ætlar ekki að Trumpa það ekki næsta ári? Ha? Ætlar ekki að Trumpa næsta ári, ekki satt? Já. Hvað ætlar að gera sumar? Ég ætla að halda mér. Þú ert bóndi? Ég ætla að vernda eigin konu mína. Áttu ekki einhverja kýra eða eitthvað? Jú. Takk fyrir komuna, þú mátt fara. Hvað ætlar að gera í Íslandi annars? Ég veit það ekki. Þú mátt fara. Jæja. Farðu. Nei, hann farinn. Já, ok. Ég búin að vera með heyrnum svona alltaf þinn sem ekki gert í mjög langan tíma. En allavega prófa sérlega vá, núna þarf ég að hafa þá. Ég búin að venja sér svo rosalega mikið að hafa núna. En það mikið af fólki sem að koma til Ísland sem að myndir. Já. Eins og Joshua Block. Hvað finnst þér hann? Maður allir sér ekki neina allir. Ætlum við að tala hann? Það bara allir að tala þetta. Já, hann á þetta ekki skilið. Nei. Hættið að láta hann bara í friði. Já, það fullt af fólki að gera veldig. En það líka fullt af fólki sem styður hann. Já. En myndir að segja hans skrítin? Tekur undir það hans skrítin manneskja?
Hvers konar spurninga það? Nei, fullt fólk að segja það skrítið mannska, tekur undir Já, hann greinlega bara með eitthvað. Já, hann einhverjur. Já, eitthvað þannig. Já. Já, takk fyrir komuna og Mannason þess að ræða þetta mál. En næstu viku þá ætlum við að taka sporið, ekki satt? Ha? Já. Hvað ertu að tala um? Ég veit það ekki. En þá, við ætlum að tala sumar ekki næstu viku. Jú. Ýmislegt sem er gert í sumar, ekki satt? Fuck, S-ið. Það ýmislegt sem er gert í sumar, ekki satt? Sko, ég bara að spá ég endi þetta núna, ég ógeðslega svangur, sko. Pelar að spara hún? Já. En þarna... Ef ég bara endi þetta núna. Já, veitu, það... Já, með eitthvað eitt annað, umræðum. Nei, þannig. Veitu, það var annað... En þetta er 74. Og svo gerast það á 1974. Svo gerast. Hvað? Hvað viðmyndur að gera fyrir? Hörfisbárst. Já. Akkur voru ekki þá búin að ræða þá allan hundum? Ég veit það ekki. Alltaf, 1974, rúmlega 50 ára síðan. 49 ára síðan, það magnað. Tíminn líður hratt. Já. Og þarna... Já, Matthías, þú að spyrja næsta þetta. Já. Það er alveg rétt, hann að fara að leika Kitta Klóa. Já. Hann búinn að segja þér eitthvað hvenær þetta... Ég bara veit að þú veist, hann var alltaf í eitthvað stúdíónum, eitthvað að æfa sig, ég veit ekki hvort sem að taka upp. Ég bara, þú veist, ég að reyna svo mikið að ímynda mig hvernig hann á eftir að hljóma og meðan hann lítur út eins og Kitta Klaufi, þú veist. Ég held að hann til hljóma bara eitthvað. Mér finnst bara skrítið að hugsa út. Ég held að hann hljóma bara eitthvað. Er ekki þá Maggi að fara að tala fyrir Randver? Ég held að segja eitthvað. Ég held að hann sem var að tala fyrir Randver er hann að gera eins og líka en fólki í blokkina hana. Hver? En að krakkinn að glera hann. Já, Birta Halla líka held ég að fara líka í þessu. Já. En já, ég bara... Erum hérna á skóum Birtu Halla, viltu segja eitthvað? Ég hef ekki bara endið þetta. Já, en veitu, Birta, bara, þetta var lokinn eftir hann, Birta, viltu segja eitthvað? Búmsjakalega. Já, veitu, hvað þetta? Boom shakalaka. Nei, veitu, ekki þetta. Anna, já, Birta, viltu segja eitthvað? Já. Við erum að skipta niður glugga. Já, bara, þú veist, takk fyrir að hlusta. Ég er bara Sjáumst í næstu viku í síðasta þættinum. Ég er deyjur hungri. Fyrir sumarfrí. Æ.